Ívar, það er komið febrúar maður. Það kom febrúar sko. Og hann byrjar eins og síðustu ár, þannig að ég ætla að vona að það bara haldi áfram. Hvernig metur þú ykkar frammistöðu í dag? Vörðin okkar góð, menn voru að leggja sér fram, en svona sóknarlega voru þetta styrðir. Og hérna við erum svona, sérstaklega í fyrri ál, gefa svona sloppy sendingar og svona aldrei stress. Ég held að skrifa það bara stress, en hérna mér varst líka baráttunni seinni hálfleik frábær og menn voru að leggja sig ágætlega fram í seinni hálfleik og ég meina við erum að halda þeim með 72 stig og þeir taka svona skorpur á okkur. En heilt yfir var vörðin okkar mjög góð, en eins og ég segja, hérna sóknin okkar var kannski ekkert frábær. Staðreyndin er náttúrulega svo að þessi sigur kemur ykkur upp í 10. sætið upp úr fallsætinu allavega í bili. Hvernig það lítur að vera svona ákveðin léttir? Já, það er bara byrjunin á því að fara hærra og hérna við vitum að við erum að fara í svaka prógram og við vissum það að tap hér í dag þá erum við bara í slæmum málum og þá ættum við í rauninni ekki miklu möguleika á úrslitakeppni sæti en núna sjáum við allavega að við eigum möguleika á því og þurfum náttúrulega að kveðja þennan falldraug með því að bara taka næstu leiki og við eigum stórleik núna næsta móti ÍR og útivelli og það er bara leikur sem við verðum að vinna og hérna ef við spilum þessa vörð sem við erum að spila og leggjum okkur fram og lögum aðeins sóknina hjá okkur þá verður þetta auðvelt. Það er kannski frekar pirrandi að fara í næstu 2 vikna frí í febrúar? Nei, við þurfum að laga fullt af hlutum og við erum búin að vera að vinna í fullt af málum og ég held að það hefði skilað sér mikið í dag menn voru að vinna fyrir hvort annan og hérna, þó svo Sérrit hafi skorað mikið þá var hann að reyna að spila líka fyrir liðið í dag meira heldur en hefur gert og hann skorað 40 stig í dag og hérna, ég held að þetta hafi verið kannski sérstaklega seinni hálfleikurinn var frábær en hérna svona heilt yfir þá svona stendur bara varnarleikurinn upp úr hjá okkur og við þurfum aðeins að vinna í sóknarleiknum okkar.